Já, við ætlum að tala pólitík hérna við samstöðuna eins og við gerum oftar, en núna eftir og svo einhverja næstu daga þá ætlum við að fá hingað að borðinu forystu fólk úr stjórnaraðstöðunni, svona áður en að þingi byrjar og fá að tala við pólitík, svona kannski aðeins til hliðar við eril dagsins, fá að spjalla pólitík í svona kannski. Ég veit ekki, það alltaf svo asnægt þegar maður segir svona víðar og breiðar og allt það. Men við sjáum bara til hvaðan þetta verður. Men svo sem ríður á vaðið Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Pírati, velkomin. Takk. Heyrðu, það reyndar svolítið svona djúpstætt pólitískt mál sem eiginlega helsta fréttamál þessa dagana sem tengist flóttamannamálum. Já, hún var hérna í gær hjá sósíalískum feministum, hún Drífa, sem núna talskona Stígamóta, maður að tala þessi mál. Og hún sagði að rasískur og fasískur undirtónn væri orðinn áberandi í samfélaginu. Er það staðan? Er samfélagið okkar að færast hratt eitthvað? Mér finnst það vera að koma meira upp á yfirborðið. Og mér finnst ríkisstjórnin hafa gefið fólki leyfi til þess að láta rasískar skoðanir sínar í ljós. Og það gerir það með þessum ógeðfelldu aðförum að þetta viðkvæmum hópum eins og þolendum mannsals og flóttamönnum sem að hafa í engin önnur hús að leita. Og við höfum séð það hvernig svona rasísk orðræða hefur farið stigvaxandi hjá Sjálfstæðisflokknum sem að held ég orðin frekar örvæntingafullur að ná til kjósenda þar sem þau sjá fylgi fjara undan sér og telja sig þarna hafa fundið einhverja leið til þess að veiða atkvæði. Við sáum þetta hjá Jóni Gunnarsinni í síðastlu haust í þinginu þar sem hann byrjaði að tala að hælisleitendur og flóttafólk var að grafa undan bara grunnkerfum samfélagsins og innviðum og svo náttúrulega Bjarni Ben á tröppum Bessastaða. Já, þeir tala um stjórnleysi í þessum málaflokki sem að þeir hafa nú samt fara með völdin með í ég veit ekki hvað mörg ár, ef ekki áratugi, svona mestmegnis. Já, þetta er 85% á tímanu frá 1991. Já, einmitt. Þannig að þetta frekar ógeðfelldu populismi, myndi ég kalla þetta og ótrúlega ósvífin vegna þess að hann beinist að mjög varnarlausu fólki sem hefur ekki þessi völd sem þeir hafa, sem hefur ekki þennan aðgang að fjölmiðlum eins og þeir hafa og eru bara peð í einhverju refskák hjá þeim og ég hef tölverðar áhyggjur af þessari þróun. Heldur að Sjálfstæðisflokkur sé að spila þetta svona í takt við það að við höfum séð kosningaúrslit í Evrópu, ég meina við sáum kosningarnar í Ítalíu, Finnlandi, Svíþjóð. Já, ég held að sé að leika sér að lífum fólks með þessu. Til þess að ná sér í 4-5% auka stig. Já, ekki bara það, ég meina þeir eru líka bara, þeir hafa svo sem alltaf verið með þetta fjandsamlega stefnu, þeir hafa bara svona ekki vilja kannast við hana kannski skýrt og þeir hafa verið að gera núna. Útlendingastefna sem að þarf að segja flóttamannastefnan en líka útlendingastefnan, það svo kannski annar handleggur, en flóttamannastefnan sem að hefur verið rekin á Íslandi hefur alltaf verið mjög fjandsamleg flóttafólki. Það hefur aldrei verið sérlega vingjarnlegt fólki á flótta og það skýrist að því að hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins að við viljum ekki taka móti og mörgum flóttamönnum. Við viljum bara svona mjög kassalaga dæmi, örfáa, helst eitthvað sem við veljum sjálf og jafnvel eitthvað sem að deila svona kristnum og borgaralegum gildum með Sjálfstæðisflokknum. En á sama tíma eru innflytjendum að fjölga hér. Ég myndi bara halda það líklega hraðar heldur en í nokkuð öðru Evrópulandi Það bara þjóð eða landsmenn fjölgar ekki 3,1-3,3% á ári neinstar annars. Nei, það alveg skýrt að það rosalega mikið af fólki sem að flytja hingað til þess að taka þátt í atvinnulífinu hjá okkur, til þess að halda þessum hagvexti sem allt snýst hjá Sjálfstæðisflokknum gangandi og við höfum gríðarlega mikla þörf fyrir vinnandi hendur ef að við viljum halda þessari samfélagsgerð áfram. Þess vegna þetta svo skrítin hugmyndafræði hjá Sjálfstæðisflokknum vegna þess að það vantar fólk til þess að vinna. En ég held að þetta sé ekki bara svona populist play fyrir atkvæði.
þetta er líka eins og ég sé þetta núna, mér fannst þetta birtast svo skýrt eftir að þessu fólki er hent á götuna, út á Guð og gaddinn. Þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem það hefur gerst, svo við rifjum það nú upp, að þá reynduðu þetta 2021 og hendu 20 og eitthvað flóttamönnum á götuna fyrir að neita gangast undir COVID-próf, neita hjálpa til við að láta flytja sjálfa sig úr landi og í aðstæðir sem að fólk taldi hættulegt. Og ekki samvinnufúst við að láta fleiri svo landi. Já, það hjálpaði ekki við sinni einu brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og þá kemst kærunefnd útlendingamála að því að þetta hafi verið ólögmætt framkvæmt, það hefði ekki mátt henda þeim á götuna. Í öðrum, hvað ég maður segja, siðmenntaðri ríkjum þá hefði þetta orðið töluvert stærra mál heldur en það var, að ráðherra hafi vitað og tekið þátt í raunin þessari aðgerð. Þannig að þetta er eitthvað sem þau hafa reynt áður og þau svo lögfestu og við bentum á að þetta er nákvæmlega það sem myndi gerast. Fólk myndi enda á götunni og gæti sér enga bjargi veitt, sko. Og ég held að þetta hafi verið að hluta til líka til þess að búa til þær aðstæður sem geta undirbúið jarðveg sem að gerir flóttamannabúðir eða fangelsi fyrir flóttamenn að einhverjum áleitlegum kosti allt í einu. Búa til neyðarástand til þess að lausnin sé flóttamannabúðir. Sem almenningu vill ekki, almenningu sætti sig á lausnina þegar neyðarástandið er komið. Já, ég held það. Og þetta birtist mér svo skýrt út af því að þarna gerist þetta, fólk er sett á götuna og bara daginn eftir mætir dómsmálaráðherra og fyrir að tala fyrir flóttamannabúðum. Kallar það að loka búsetuúrræði eða hvað sagði hann? Búsetuúrræði með takmörkunum. Sem eru þetta svona núspík, sko. Ég held að það hafi verið hann Guðmundur félagsmálaráðherra. En hún sagði þetta líka, Guðrún Hafstein, hún kallar þetta búsetuúrræði. Það heitir eitthvað skjólgarðar. Já, einmitt, með vörðum og frelsissviptingu. Herðu, í vetur þegar það var verið að setja þessi lög, að þá voru Píratar með mikla andstöðu, málþóf, láfið, þar nálægt. Og núna hefur komið í ljós svona afleiðingar af þessari lagasetningu sem ég myndi halda að mikill meirihluti almennings verið mjög ósáttur við. Vill ekki að sé verið að henda bjargar þessu fólki út á götu í okkar nafni. Þó svo að þeir sem að vilja þessu hávarir í umræðinni þá eru svona flest sem bendir til þess að þegar almenningur er spurður svona afstöðu til innflytjenda og flóttamanna þá er almenningur ekki þá var það frekar mildari slóðum. Já. En þið stóðu svolítið svona lámið næstu einn í þessu svona sem flokkur. Akkur er það? Ég bara veit það ekki. Hvar var hinir eða henni svokölluðu frjálslyndu miðju sem ég kalla það? Þeir voru ekki með okkur. Akkur ekki? Ég veit það ekki. Þú verður að spyrja þau á því. Þú hefur hlýtur að velti fyrir þér? Jú, ég hef alveg velti fyrir mér. Ég held að munurinn á þessu frumvarpi núna og hinskiptir sem það hefur farið í gegnum þingið er að það var minna viðnám kannski við hjá vinstri grænum. Þau voru búin að sætta sig við að þetta, þau voru væntanlega búin að fá eitthvað í staðinn eða eitthvað, gagnvart í að hleypa þessu máli gegn. Og það sem að ég var allavega heyrt svona út af við frá hinum flokkunum er að þarna var stjórnarmeirihluti fyrir þessu og ekkert að gera í þinginu og þar á leiðandi engin tilgangur með því að reyna að stoppa það. Þetta var tapað. Þetta var fyrirfram tapað. Við trúðum því ekki og við trúðum því enn að ef það hefði verið samstaða innan stjórnarandstöðunar að þá hefði okkur tekist að stöðva það sem við höfum alltaf kallað ógeðis frumvarpið. En það var ekki og við höfum þetta bara kannski misjafna sýn á okkar hlutverk. Það líta margir svo á innan þingsins að ef að það er stjórnarmeirihluti fyrir hlutunum að þá einhvern veginn að samþykja allt sem frá stjórnarmeirihlutunum kemur. En við lítum svo á að verandi í stjórnarandstöðu að ef við teljum að löggjöf sé að fara gegn stjórnarskrá, ef hún er til þess gerð að brjóta á mannréttindum, hvað þá viðkvæmum hópi og hjá flóttamönnum, að þá verðum við að gera okkar allra besta til að koma í veg fyrir að það raungerist. Og ég verð að segja að við gerðum okkar allra besta, en þetta var auðvitað ekki vinnandi vegur verandi bara 6 í þessari andstöðu okkar. En er ekki hlutverk ykkar líka að byggja upp samstöðu inn á þinginu? Ég er ekki að skamma ykkur fyrir að það ekki verið samstæða. En það er hlutverk þeirra sem að vilja ná fram einhverju breytingum er að búa til samstöðu til þess að ná breytingum í gegn. Það er ekki alltaf að standa einu og segja að ég hafi rétt fyrir mér, en það er því að þú vinnur svo við það að búa til samstöðun og þinginu til þess að...
Og við reynum það nú oftast nær. Það gekk ekki þarna. Það gekk ekki þarna. Því miður. Ég hefði viljað að það væri þannig og við reyndum, en það bara gekk ekki. Ég spyr þá bara Viðreisn og Samfylkinguna, okkur þau barust ekki harðar gegn þessu málu. Það voru náttúrulega einstaklingar í þessu flokkum sem að gera það, ekki? Ef við ætlum að vera sækja. Sem að heldur ræður, kannski. Herðu, nú þingi framundan og við erum að sömuleyti, ég veit ekki hvort þessi sérstök staða, við erum með stemmingslausa ríkisstjórn, tildulega verklitla, við erum með erfiðleika í efnahagsmálum, það eru kjarasamninga framundan og allt slíkt og við getum talað þetta allt saman. En það sem að mér langar til þess að spyrja þig, þetta er nú næstu eins og samkvæmsleikur. Hvaða, ef þú fengir bara 3 mál, áherslumál, sem eru bara aðalmálin, við getum ímyndað okkur bara það að ætti bara að mynda ríkisstjórn á morgun til skamms tíma eins og stundum gert víða heim bara 3 brýnustu mál íslensks samfélags. Hvað myndi Þórhildur Sunna velja í það? Það er þetta að velja 3. Já, þú ferð ekki með það. Þetta er samkvæmsleikur. Já, ok. Ok, byrjum beinu. Ég myndi setja fót fyrningarleið í sjávarútvegskerfinu þannig að kvótinn verði ekki lengur stórútgerðarinnar. Af hverju það? Er það að þetta sé bara eitur áhrif út í stórútgerðarinnar í íslensks samfélags í óþolandi? Það er líka bara það mikil samþjöppun og þetta er það óaðgengilegt fyrir annað fólk og þetta er ekki réttlátt eins og þetta er. Og við erum ekki að fá nógu sanngjarnan arð af þessum, við erum ekki að fá nógu sanngjarnan rentu af þessum auðlindum okkar. Og þetta kerfi er þannig að flestir landsmenn upplifa það sem mjög óréttlátt. Það er alveg skýrt af öllum skoðanakönnunum sem við höfum séð og það er vegna þess að það er óréttlátt. Og það er líka verið að fara á svig við það reglur sem að eiga að gilda hámarksaflahlutdeild. Og það er svo margt í kringum þetta kerfi sem að í raun skekkir allt á Íslandi og einmitt, þú kallaðir þetta eitrunaráhrif, ég get alveg tekið undir það. Eitrar út frá sér, býr til svona ákveðið misrétti og valda ójafnvægi sem að ég held að sé mjög mikilvægt að taka á og það á að heita þannig í fiskveiðilögunum að fiskurinn sé sameign íslenskur þjóðarinnar en það virkar ekki þannig í praxis og það er eitthvað sem að verður að breyta þannig að það er alveg gríðarlega mikilvægt mál. Síðast þegar fyrningarleiðið var rætt að þá var verið að tala að taka 5% af kvótanum á ári þannig að það tekið 20 ár. Er þetta að tala eitthvað slíkt? Já, en sko bara það að vera búin að taka 5% það þýðir að það er miklu auðveldara að meta líka verðmæti eignana hjá fólki og verðmæti aflans, verðmæti kvótans meina ég, vegna þess að þá sjáum við hvert markasvirði er. Þú meinar að þá er því 5% tekin og bóðin upp. Já, og þá sjáum við hvað er fólk tilbúið að greiða fyrir þetta og þá er miklu auðveldara að kortleggja sko, hvernig við eigum að skattleggja þetta. Heldur en að er nú þessar myndir. Það er náttúrulega stór hluti að kvóta, ekki stæðstilutin, gengur kaupum og sölum og leigu. Já, vissulega. En það er einhvern veginn ekki viðmið fyrir skattlagningu samt sem aður. Það er að meta allan kvótan upp á held ég svona 1200 milljarðar. Já, þetta er alveg ótrúlega verðmætt eign sem að íslenska þjóðin á en fær ekki réttmætan arð af eða rentu, hvað sem við viljum kalla það. Ok, þannig að þetta er eins og með bjúin, nú ertu búið með 1 bjúa. Já, kvótakerfið. Kvótakerfið. Taka það í gegn. Númer 2, ég myndi segja, sko það sem að setja mig sem að vandræða er að þú vilt að ég gera þetta á rosalega stuttum tíma. Þú varst eiginlega að gefa mér svona hversu stuttur. Hálft ár. Já, minnar að þetta væri, já, við höfum það þannig, þetta sé verkefni ríkisstjórnar sem að ætla sér að sitja bara í 9 mánuði. 9 mánuði. Til að ná fram í gegn einhverjum grundvallarbreytingum í íslensku samfélagi sem eru nauðsynlegar og brýnar. Já. Stjórnarskráin. Ég myndi koma nýju stjórnarskráin í gegn með uppfærslum vegna þess að hún er auðvitað orðin 10 ára gömul og það er margt sem að var ekki alveg orðið, hvað ég maður segja, samþykkt þá sem að núna til dæmis er bara viðurkennt sannindi af mörgum að minnstakosti. Ég má segja til dæmis réttindi trans fólks. Ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt líka vegna þess að það yrði þá langvarandi breytingar og það myndi hafa í för með sér svo margt gott fyrir Íslands samfélag. Bæði lýðræðisvæðingin sem fylgir nýju stjórnarskráni, tillögurétturinn, þjóðaratkvæðagreiðslu vítóið sem almenningur fær og líka
ábyrgðarkeðjan innan stjórnkerfisins verður svo miklu skýrari, upplýsingafrelsi sem fylgir henni, allt í raun þetta góða sem að kemur með nýju stjórnarskráni og alltaf vonda sem fer með gamlu stjórnarskráni held ég að vera alveg gríðarlega mikilvægt fyrir Íslands samfélag og það alveg raunhæft að klára það á 9 mánuðum. En praktikinn, hver tekur við frumvarpinu sem þá frá stjórnlagaráði og kemur með þessar breytingar sem að þú telur að sé eðlilegt að gera á svona gömlu plaggi? Já, ég hugsa að við þyrftum annan þjóðfund og eitthvað svipa fyrirkomulega og við vorum með gagnvart því að uppfara skjalið. Gera aðra tilhörn á stjórnlagaþing? Já. Það fá frumvarpið og... Já, eða eitthvað skonar slíkt þing. Það þyrfti ekki að vera nákvæmlega eins. En, það var ekki alþingi það var ekki formenn þingflokkana sem var í bakherbyggjum að semja þetta. Það náttúrulega bara margótt búið að sýna fram á það. Það algjörlega vita vonlaust að ætla að láta forystufólk stjórnmálaflokkar að sjá þetta kemst hvorki lönd né strönd, en það stendur sjálfstæðisflokkurinn í vegi fyrir öllum skynsamlegum breytingum á stjórnarskránni. Það algjörlega hreinu, sko. Þetta bara fullreynt. Hvað búin að vera margir formannahópar að vinna í þessu, ég held að séu 4 eða 5 eða eitthvað, sko. Og það hefur aldrei neitt komið út úr það, ekki neitt. Ef ég hefði ennþá styttir tíma þá myndi ég segja bara breytingarákvæði, bara setja breytingarákvæði í gegn, þannig að það þurfi ekki lengur 2 þing og kosningar á milli til þess að breyta stjórnarskránni. Ef að það liti út fyrir að ég var að brenna út á tíma og ég myndi ekki hafa tímabundið eins og síðast. Heldur bara þetta væri breytingar ákvæði stjórnarskrárinnar þar á eftir, þannig að það væri kannski svona skemmri skýrt ef að þetta gengi of hægt, eigum að segja, uppfærslan. En ég, miðað við hvað búið að vinna mikla vinnu og miðað við hvað þannig sé lítið sem að þarf að breytast, það nú samt nokkru hlutir sem að ég held að væri ótrúlega mikilvægt að ná samstöðu og ég væri rosalega spennt fyrir því að fá aðkomu almennings og sérstaklega allra þessar flottu aktivista sem að við eigum sem að berjast, ég segi ekki hver í sínu hotni en svona hver í sínu málaflokki fyrir ótrúlega mikilvægum breytingum á samfélaginu okkar, hvort sem það eru kvenréttindi eða hinsegin réttindi eða dýravelferð og hvað sem það nú þá held ég að þarna gætu við komið saman og fundið leið til þess að koma þessum kjarnaréttindum að í nýju stjórnarskránni líka og þetta væri kannski leið til þess að sameina allt þetta flotta fólk sem að vinna að þessum mikilvægu breytingum í samfélaginu okkar svona að sameiginlegu markmiði. Það svona ákveðin draumur hjá mér að minnsta kosti. Að fá ég segi ekki kannski tvístraða baráttu saminana. Þannig að fólk getur barist með sameiginlegu markmiðum saman en ekki hver var að berjast bara fyrir sínu. Að við séum með sameiginlegt markmið að vera með hvað ég var að segja sterkustu stjórnarskrána þegar kemur að vernd mannréttinda í bara heiminum. Við getum það. Það innan seilingar. Besti heimi. Stefna því. Þetta náttúrulega stjórnarskrána bara þannig skjal, sko. Þá kemur erfiðasta vanlið. Nú ættu bara eftir 1 bjúa til þess að sitja á lista skammtíma ríkisstjórnar sem að velur 3 mikilvæg mál sem að yrðu þarfnarsbreytinga, brýnt að breyta og eru til heilla fyrir Íslands samfélag. Já. Þetta vissulega erfiðasta spurningin. Vegna þess að það eru svo margir málaflokkar sem mikilvægt að taka á. Já, en við vitum að hlustundur okkar vita alveg að þetta svona leikur. Þannig að það mun engin skammaði fyrir að hafa ekki nefnt eitthvað annað. Ég alltaf skammuð fyrir að nefna ekki, já. En það allt í lagi. Ég skil það ákveðlega. Sko, ég held að heilbrigðiskerfi sé kannski svona brýnasta úrlausnarefni þótt að auðvitað sé verðbólgan, húsnæðismarkaðurinn, allt þetta líka, það bara þarf svo margar mismunandi lausnir til þess að takast á við það vandamál. Heilbrigðiskerfið sé komið á okkur svona... Það bara komið að breaking point eða algjörum þjálfmörkum, það verður að fara að gera eitthvað til þess að fólk geti stólað á heilbrigðiskerfið og fara að treysta því aftur og líka til þess að heilbrigðisstarfsfólk fái þann stuðning og þau laun sem að þau eiga skili fyrir þessa mikilvægu vinnu sem þau eru að vinna vegna þess að við erum komin á þann stað að fólk getur ekki treyst á heilbrigðiskerfið og heilsan er þetta bara forsendan fyrir því að við getum nýtt okkur öll okkar önnur réttindi og bara lifa okkar daglega lífi og það rosalega, það gefur okkur mjög mikið óöryggi að vita það að við getum ekki treyst á ef við fáum þá hjálp sem við þurfum þegar við þurfum að hana halda vegna þess að það svo mikið álag á heilbrigðiskerfinu og það svo lítið fjármagn og það svo mikil undirmönnun að við bara getum ekki annað eftirspurn. Og þetta langum við líka að nefna sko í samhengi við það sem við ræddum í upphafi sem þetta þessi rasíska orðræða sem hefur verið í gangi hjá sjálfstæðisflokknum en ekki bara þeim svo sem
varðandi innviðin okkar og að þeir séu einhvern veginn komnir á þolmörkum og svo framvegis sko. Fyrsta leið þá erum við með vanfjármagn heilbrigðiskerfi sem að þar að auki sko ekki komið að þolmörkum út af einhverjum örfáum flóttamönnum eins og verið að reyna að telja okkur trú sem auðvitað með ólíkindum ógeðfellt. Heldur einmitt vegna þess að við erum með alveg ótrúlegan fjölda ferðamanna og við höfum ekki gert viðeigandi ráðstafanir til þess að innviðirnir okkar til dæmis heilbrigðiskerfi en auðvitað ekki bara heilbrigðiskerfi geti tekist á við svona mikinn mannfjölda hérna að degi hverju. Og þetta auðvitað fólk sem að ferðast út alla koppa og grundir hérna og kannski miskunnugt til líka að keyra í íslenskum aðstæðum og svo framvegis og hérna. Og líka aldrað, það verið bent á Ísafirði þegar skemmtiferðaskipi koma þangað inn að þá gríðarlegt álag á heilbrigðisþjónustu þar vegna þess að það bara mikil umönnunar þörf hjá farþegunum af því þeir eru bara gamlir og aldraðir og þurfa að leita læknisaðstoðar. Einmitt. Og þetta kannski 15 af öllum komum inn í heilbrigðiskerfið á spítalana og þetta alls saman sko. Og það náttúrulega alveg gríðarlega stór fjöldi. Þannig að þú rukka ferða þjónustuna? Ég vil að við förum í heilstæða rannsókn á þolmörkum ferðaþjónustunar. Ég vil að við skoðum hvað við erum að græða á þessu og hvað þetta kostar okkur. Og þá ég ekki bara að tala í beinharðum peningum, heldur líka til dæmis þessi gríðarlega mengur sem kemur frá þessum skemmtiferðaskipum og álagið bara á innviðina sem kemur með öllum þessum ferðamönnum á hverjum degi. Ferðaþjónustan mjög stór atvinnugrein hérna og hjálpar auðvitað mikið þegar kemur að gjaldeyristekjum. En ég held að við höfum aldrei verið nógu framsýn þegar kemur að henni. Ég meina þetta byrjar fyrir hvað? 12-13 árum, eitthvað svo leiðist. Það fyrir þetta svona loksins að... Já, þá fyrir þetta svona... 2011 upp úr því. Já, aukast hægt og bítandi, en við höfum aldrei haft forsjánað, og ég segi við, en ég meina þetta, þeir sem hafa verið í ríkisstjórn, hafa aldrei haft forsjánina til þess að nota fjármagnir sem kemur inn frá ferðaþjónustunni til þess að sko byggja upp innviðina sem þarf til þess að geta viðhaldið þessu. Og núna Lilja Alfreðsdóttir að kynna að það sé ykkur hópar farnir að stað til þess að skoða svona hitt og þetta og við eftir að sjá hvað kemur úr þeirri vinnu. Ég bara ekki vissum að það sé verið að nálgast þetta frá réttu sjónarhorni. Varðandi ég meina við hljótum að fara í sko svona sjálfbærni og kostnaðargreiningu á því hvað svona massatúrismi kostar okkur sem samfélag í formi mengunar, álagi á innviði og bara kannski hvernig við höfum vanist í að lifa og búa hérna. Hagfræðingar hafa bent á hvort þessi æskileg svona samfélagslegu uppbygging þar sem að ferðaþjónustunni fylgir sko mikið af láglaunastörfum og hvort að það sé endilega það samfélag sem að við viljum stefna á að hafa hér mikinn fjölda af láglaunafólki sem að af erlendum uppruna, talar lítið tungumálið og eiginlega svona jaðri samfélags og allra kerfa. Já, þetta annar samfélagslegu kostnaður sem við þurfum að velta fyrir okkur og ég held að það sé mjög mikilvægt að ráðast í greiningu á þessu en þetta auðvitað svolítið út frá því sem ég var að tala sem heilbrigðiskerfi sem ótrúlega mikilvægt að reisa við vegna þess að það markvisst búið að halda því í svelti í meira en áratug. Allt frá hruni. Þessi gert að þú nefndir áðan í samband við flottafólkið að þessi búið til svona neyðarástand til þess að þetta komi í gegn óvinsælum ráðstofunum eins og engavæða heilbrigðiskerfið. Já, heldur þetta sé plan að halda heilbrigðiskerfinu í hættustöð? Já, meðvitað eða ómeðvitað að þá þetta eina af ástafanum baki þess að heilbrigðiskerfið svona illa statt. Og líka bara ákveðið metnaðarleysi og tækifærismennska sem bara hvar getum við skorið af. Þetta auðvitað dýrasti málaflokkurinn í fjárlögum hvers árs og ef það eitthvað staðar hægt að skera af til þess að geta borgað fyrir einhver gæluverkefni ráðherra þá það þar og þau segja bara spítalarnir þurfi bara aðeins að hagræða aðeins meira. Og hvað kostar það? Það hvort ekki hlustað á heilbrigðisstarfsfólk. Ég meina hversu lengi eru þau búin að senda okkur neyðaróp að allt sé í
tómu tjóni. Ráðherrarnir segja að ráðherrarnir sé segja, ekki peningar, heldur þetta sé þetta svona stjórnunarvandi já, innan og heilbrigðiskerfisins? þau sé bara ekki nógu strömlínulaga og hlaupi ekki nógu hratt og sé ekki með nógu flott tæki eins og fjármálaráðherra sagði eitthvað tíma fyrir kosningar. Herðu, þú nefnir 3 atriði, kvótakerfið, stjórnarskrána og heilbrigðismálin. En núna er að fara í gang pólitísk umræða, þingi kemur saman og við veitum bara hvernig það er alls konar mál sem að koma upp. Hefur þú trú á því að þessi 3 mál verði áberandi í pólitísku umræðu á Íslandi á næstu mánuðum? Kvótakerfið, ég ákveður að trúa út af endurskoðun Svandísar. Út af þessu auðlindin okkar dæmi, sko, og svo ég veit ekki hvernig það fer allt saman, sko, það verður ótrúlega áhugavert að fylgjast með þessu að því að hún er svona búin að gefa í skyn að hún ætli nú að fara í eitthvað frekar stórtaka breytingar byggða á vinnunni sem þessi rosa mörgu hópar voru að vinna og hún er búin að koma fram með sko svona myndlíkingar að það þurfa að draga frá og lofta út í sjávarútvegi og tala óréttlætið. Samt sem nefndar eru svona ekkert sérlega róttækar, en svo sér maður að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eru bara að fara á taugum sko. Upplifa það eins og það sé bara virkilega hægt á að þarna verði lagðað fram einhverjar róttakar hugmyndir. Já. Þannig að ég var mjög að lesa mér finnst þetta mjög emitt, mér finnst þetta mjög forvitnilegt, sko, hvernig þetta verður og spennandi. Það er auðvitað þannig að það er ekkert sem hönda festir í þessum stjórnarsáttmála sem að gefa til kynna að það standi til að gera einhverjar raunhæfar eða stórtæka breytingar á kvótakerfinu. En það breytir því ekki að Svandís hefur náttúrulega tekið, hvað ég var að segja, svona hugrakkar eða stórar ákvarðanir þrátt fyrir að hafa kannski ekki alveg backupið fyrir því inn í ríkisstjórninni, ekki bara núna heldur líka til dæmis í COVID sem heilbrigðisráðherra, þannig að hún er svolítið brött og lætur stundu bara vaða og gerir bara það sem að henni finnst rétt að gera þannig að það er alveg rétt að vera með smá eftirvæntingu gagnvart því hvað gæti komið frá henni. En svo er það sko líkurnar á því að það komist nokkur sinn í gegn þegar þú ert með sjálfstæðismenn þetta brjálaða og móðgaða yfir því að hún hafi dyrst að gera það sem að þeir eru búin að gera allan hennar tíma í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem er að taka bara ákvörðun í sínu ráðuneyti og ráðfæra sig ekki við nokkurn mann og það geta alveg gerst aftur og ég meina hún hefði svo sem ef að segjum að Framsókn sem ég efast að maður myndi styðja þetta og VG væri með henni í þessu að þá hefði hún svo sem alveg meira hluta til að koma í gegn breytingum þar sem að Samfylkingin, Píratar og Viðreisn styðja öll breytingar á kvótakerfinu sko. Og Flokkur fólksins líka. En þá þurftur þú að sprengja ríkisstjórnarleiðinni, ekki? Já, ég meina við höfum svo sem séð mál sem að hafa komist í gegn bara með stjórnarandstöðaatkvæðum sko, ekki bara auðvitað. Eins og til dæmis þungunarofsfrumvarpið hennar Svandísar þegar hún var heilbrigðisráðherra þarna varstu með næstu í alla kallana í Sjálfstæðisflokknum á móti sko. Það er stóra hlutaði. Og eiginlega bara, Bjarni Ben, Jón Gunnarsson. Já, þannig að fúlukallandir. En það voru Bjarni Ben og fleiri sem tóku afstöðu með þeim. Og svo voru kannski Þórdís Kolbrún og Áslaug Arna hinum einn. Já, Guðlaugur Þór kaus með þessu líka. Greiddi atkvæði með sko. Maður sá svona ákveðna línur í Sjálfstæðisflokknum og hvar Bjarni kýs að standa að því leyti. Alltaf með ólíkindum að flokkur sem kennir sig við frelsi hafi formann sem ber jafnlitla virðingu fyrir hvern frelsi og raun ber vitni sko. En ok. Þannig að þetta er svo sem ekki ómögulegt og það var það ekki til stjórnarslita en ég hugsa reyndar að sjávarútvegskerfi sé svona starra ég held að sé rétt í það. Svona sársauka mörk fyrir Sjálfstæðisflokkin og ég held að það verður líka spennandi að sjá það verður kannski svona merki það sem koma skal í þessum málaflokki hvað gerist núna 1. september í hvalveiðimálinu þegar að hvalur stefnir á að hefja veiðara og hún er ekki ennþá búin að gefa alltaf kynna og hún Svandís hvað hún gerir sko, hvort hún heldur þessu ákvörðunin rennur út 1. september, hún þarf að taka nýja ákvörðun. Ég veit það, já, og það verður áhugavert að sjá hvað hún gerir nákvæmlega þá sko. Og ef maður er að ráða í það eins og við vorum að reyna í sambandi við sjávarútveginn þá getur maður ráðið í það að sé eiginlega samkommulega innan ríkisstjórnarinnar að það verði ekki framleitt. Það eru svona margir sem veðja á það en það verður ákveðin svona álitsnekkir fyrir Svandísi að þurfa svo að leyfa þetta eftir að hafa tekið svona sterka afstöðu. Ég meina hún segir að þetta sé ekki í samræmi við lög þessar veiðar. Það sé ekki hægt að leyfa þeim að halda áfram vegna þess að það kemur þarna niðurstaða frá fagráði dýravelferð að þær samræmist bara ekki lögum veiðarnar í sínu formi.
Þannig að ef hún og það bannar var það bæði ekki... við september og júní. Já, það breytist ekkit á þessum 3 mánuðum þessi afstæða ráðherrans. Þannig að ef hún samþykkir þetta svo núna 1. september, það þýðir að hún hefur verið gerð afturreka með eitthvað sem að ég held að hún hafi töluverða samfæringu fyrir. Og það er þá kannski merki hvað koma skal í sjávarútvegskerfinu í heild, sko, maður veit það ekki. Það er auðvitað líka bara búið að hóta henni að hún fái ekkert í gegn. Það eru þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins til dæmis og það er nú ekkert slor ef að hann segir að hún fái bara engin af sínum málum í gegn vegna þess að hún hafi mókað Sjálfstæðisflokki svo sikalega. Og þingflokkur sem er vanur að gera einmitt þetta, sem að hættir, það er aldrei hættur að semja, þeir geta skrifa undir og samtíkt alls konar hluti, en þingflokkur Sjálfstæðisflokks áskilur sér alltaf rétt til þess að, sko, að reyna að breyta málum og alveg út í það óvandalega. Þeir eru líka bara, hvað er maður að segja, það er svona ákveðin hroki sem að býri í Sjálfstæðisflokknum sem er að þeir eru rétt kjörnir til valda og að það sem að þeim finnst sé það eina rétta. Og þeir líta svo á að allir nema þeir eigi að gera málamiðlanir og þeir sem að vilja það ekki séu, uppáhaldsorðið þeirra er óstjórntækur og þetta notað er að fólk sem að hlýði þeim ekki. Þú nefnir það að þetta var náttúrulega sagt marga flokka og áður en Píratar eru til held ég held þessi hugtæk sem að Davíð Oddsson festi í sessi og það er eiginlega skilgreiningin á því er eiginlega flokkar sem að Sjálfstæðisflokkurinn treysti sig til þess að hafa í ríkisstjórn og beygja undir sig en að einhver leiti þá gætu við haft þetta svona víðara og stjórntækuflokkur væri flokkur sem að gæti svona unnið af einhverjum aga, af einhverjum tilteknum markmiðum að væri ekki bara eindómir villikettir sem að hlipa út alla trissur. Sömuleyti finnst mann eins og að sko Píratarnir séu að þroska svolítið að þessu leiti, að þeir séu að verða svona, eða vilji verða svona flokkur sem að getur tekið þátt í ríkisstjórn, sé ekki bara komin hann á þing til þess að vera á móti eða veita öðrum aðhald, heldur vilji taka þátt í ríkisstjórn. Við viljum taka þátt í ríkisstjórn, það er alveg rétt. Við höfum séð það á okkar tíma í stjórnarandstaðu að stjórnarandstaðan er bara frekar máttlaus. Það er ákveðin galli á okkar stjórnkerfi líka. Hversu máttlaus stjórnarandstaðan er í raun og veru, hversu lítið hún getur gert í raun til þess að beita sér og hversu lítil áhrif hún fær að hafa inn á þingi vegna þess að það þarf ekki að vera svona. Þannig að ef að við vitum það bara, ef að við viljum ná fram þessum breytingum sem að við teljum að séu ótrúlega mikilvægar fyrir íslenskt samfélag, sérstaklega á þessum tímum sem við lifum að núna, þar sem er svo ótrúlega margt að breytast, að það þurfum við að komast að í ríkisstjórn til þess að geta komið þessum breytingum í framkvæmd. Við náum þeim ekki í gegn í stjórnarandstöðu, það er alveg á hreinu. Við höfum þetta náð ákveðnum árangri, samt sem áður í að breyta viðhorfi fólks til ýmissa álitamála í samfélaginu, tölum sem skaðaminnkun eða gagnsæi sem að var eiginlega ekki eitthvað sem var samþykkt fyrir að Píratar fóru að tala mikið fyrir því inn á þingi og núna er svo sem orðið að bara eitthvað svona puntorði hjá mörgum, það er ekki mikið á bakviða en það er allavega þannig að fólk telur sig þurfa að setja það inn í lagateksta og fleira sko, að það eigi að vera gagnsæi. Þá getur þið bara hætt ef að aðri flokkar eru komnir með ykkar mál. Það er bara, þeir gera það ekki rétt. Og það er ekki alveg gagnsæi til dæmis í stjórnsýslunni í dag, alls ekki, við sjáum það til dæmis á þessu Lindakvölsmáli og Íslandsbankasáttinni, ég bara ég skil ekki hvernig þeir komast á þeirri niðurstöðu að það komi almenningi ekki við hverjir fengu að kaupa í þessu útboði sem að uppfyllt ekki skilyrðin til þess að kaupa í útboðinu. Ég bara skil ekki hvernig eftirlitsaðila á vegum almennings lítur svo á að almenningur eigi ekki rétt á að vita þetta. Þannig að það vantar ákveðna gagnsæi sín inn í stjórnkerfið og það er sama til dæmis hjá ríkisendurskoðanda sem að telur sig ekki þurfa að upplýsa hvað hann er að senda á fjármálaráðherra varðandi skoðun á Íslandsbankamálinu og svo framvegis sko. Þannig að það vantar ennþá töluverða virðingu fyrir upplýsingarétti almennings og það er til dæmis eitthvað sem við þurfum auðvitað líka að setja inn í stjórnarskrána. Þess vegna er nýja stjórnarskráin svo mikilvæg því að hún tryggir þennan upplýsingarétti almennings. En ef þið viljið vera í stjórn, þá verður það að vera með einhverjum í stjórn. Já. Og þá er bara hlítið að spyrja, sko, hverju getur það verið? Það er einu sem við höfum útilokað og við erum náttúrulega einn af þessum óþekku flokkum sem að útiloka aðra flokka, sko. Og einu flokkarnir sem við höfum útilokað að vera í stjórn með er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn og
það vegna þess að við erum í fyrsta lagi bara í grundvallaratriðum ósammála þessum flokkum nokkurn veginn allt. Þótt að við getum alveg verið sammála á stundum einhver afmörku mál og unnið á þeim grundvelli með þeim, að þá sjáum við ekki fyrir okkur að geta verið í svona valda samstarfi með þeim. Sjálfstæðisflokkurinn var sérstaklega... Út af því að þeirra völd snúast hvað? Þau beita völdu sínum með þeim hætti sem að þið settu ykkur ekki við, og fyrir hverja eru þeirra beita völdum sínum? Í hvers þáu? Í fyrsta lagi, þá vinnur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf eins og hann sé rétt kjörinn til valda, og hann búin að vera það lengi við völd að hann hættur að koma fram við völdin sem hann fær í hendur af virðingu, og lítur svo á að þau séu til þess að nota í þeirra eigin tilgangi, fyrir þeirra eigin markmið. Við þurfum auðvitað ekki að horfa lengra heldur en það að Bjarni Benediktsson sér ekkert athugavert við það að hann var að selja hluti í Íslandsbanka og pappan skipti af honum hlut. Þetta svo brenglað að geta haldið í fram að þetta sé bara allt í lagi, og sko slengja því framan í fólk, bara býtu hvað, mátt hann ekki kaupa? Þegar þú ert komin á þennan stað að bera þetta litla virðingu fyrir því embætti sem að þú fer með, að það átt ekki að fara með völd lengur. Það bara ekki fyrir þig holdt lengur. Og já, ég held að þau mist sínar á til hvers völdin eru. Þau eru til þess að framkvæma það sem að Alþingi ákveður, og Alþingi kjörið fyrir hönd almennings til þess að gera samfélagi betra fyrir almenning. Og þessi keðja, hún rofnaði eitthvað staðar hjá Sjálfstæðisflokknum. Hún ekki lengur til staðar. Og það sem að Sjálfstæðisflokkurinn að gera er að stjórna í krafti hagsmuna ríkasta hópsins á Íslandi. Og það auðvitað þeirra kjósendur líka. En þetta ekki lengur einhver breiðfylking eins og þeir voru kannski einhver tíman. Það voru stjórnmála, þau voru með stæðstu landsfundin eða þeir stærðis að því. Já, en þetta einhver önnur samkoma núna heldur en nú var, held ég. Þannig að það eru allir flokkar í boði nema þessi tveir fyrir ykkur. Já. Nú hefur Samfylkingin hefur bætt mjög fylgi sitt í könnunum eftir langa eyðimerkurgöngu. Og eru kannski ekki komnir í sömu stöðu og þið voru árið góða. Nei, ekki alveg. Ekki alveg. Við vorum með 45 á tímabili, það var svakalegt. Og voru við með því heilt ár. Það er komið ljós hversu lengi Samfylkingin heldur þessu. Hún hefur verið að sigla upp. Virðist verið að komið svona að toppa sig eitthvað stærri kringum 27-28%. En á sama tíma þá tekur hún svolítið af ykkur vaxtamöguleikana. Viðreisn og Píratar eru ekki að vaxa á sama tíma. Hvernig getur þið byggt ykkur undir svona að einhverja svona forustu samfylkingarinnar í mótun einhverjar ríkisstjórnar í aðdraganda kosningar sem að væri valkostur við þá sem að nú er? Meinar að fara í svona eitthvað svona kosningabandala með þeim? Já, eins og var hugmynd meðal Pírata hér á... Já, við höfum alltaf talað fyrir þessu. Þannig að ef að þau myndu taka frumkvæði þá myndu við bara taka því fagnandi. Já. Vegna þess að okkur eins og getið því í Danmörku og annars þetta bara mjög algengt annars staðar. Kristrún Frostadóttir væri forsætisráðherra efni Pírata. Já, en ég var að segja að sko, mér finnst það mjög ólíklegt með hvernig Kristrún talar, að þau taki slíka forystu. Vegna þess að hún hefur ekki verið tilbúin að útiloka neitt flokk, og ég sé ekki fyrir mér að hún sé tilbúin að kenna sig við einhverja flokka farandi inn í kosningar. Mér finnst það bara mjög ólíklegt play hjá henni miðað við hvernig hún hefur talað. Að því sögðu, ef að hún myndi leggja upp með þetta, við getum alveg fælt okkur við það. Það er ekki sérstakt markmið hjá okkur að fá forsætisráðherrastólinn. En okkur finnst mjög mikilvægt að komast að sérstaklega dómsmálunum, svo við tökum nú eitt dæmi. Og að kjósendur hafi eitthvað skýran valkost í kjörkljónum, að það geti ekki kosið eins og þessi að fara að kjósa ykkur nýja ríkisstjórn, eins og gerist hér eiginlega oftar en ekki. 2007 Samfylkingin fer með Sjálfstæðisflokkinn, 2017 VG fer með Sjálfstæðisflokkinn. Já, og ég held að okkar stærstu mistök í síðustu kosningum hafi verið að gera það, að það hafi ekki náð samstæðum að gera þetta. Vegna þess að fólk sá engan skýran valkost við ríkisstjórnina, og það er náttúrulega eitthvað sem að klikkaði síðast. Við vorum ekki nógu skýr valkosti, vorum ekki nógu samheldin hópur til þess að kjósendur geta átt að segja á því hvernig það myndi líta út
ef að við kæmumst til valda. Ég hef alltaf talað fyrir því að svona flokkar sem eru saman sinnis ættu að koma sér saman einmitt svona samkvæmisleikir sem að þú varst með, sko, 3 mál sem að sko ganga ekki út annað heldur en bara og þetta ekki meira lofar heldur en það að segja bara ef að við náum réttum atkvæðafjölda til þess að vera í meirihluta að þá munum við gera þessa hérna hluti, þessa 3 hluti sem við getum verið sammála að verða að gera og þá hefur fólk allavega einhvers konar sýn sko hvað það þýðir að velja eitthvert okkar og hvaða stefnu samfélagið þá að fara að taka gagnvart því sko og þetta hefði ég viljað oft áður. Það ætti að vera auðvelt fyrir flokkana að koma sér saman einhver mál sem eru mikilvæg sem að þau öll ekki áherslu á. Ætti að vera, það ekki? Það er þannig, en síðan eyða flokkarnir oft öllum tímanum í því að tala málin sem eru ósamanum eða einhverja svona ólíkar útfærslur á þeim málum og sameiginlegum markmiðum. Já, mér finnst það reyndar ekkert alltaf algengt svona milli stjórnarandstöðu flokkana þannig séð sko, en við erum allavega ekki nógu dugleg við að tala það sem að sameinar okkur og það sem að gera okkur að góðum valkosti. Stjórnmálin hafa breyst, þetta er öðruvísi heldur að var á síðustu öld, hluta til út af kosningakerfinu, hluta til út af áfalli kjósenda við hrunið, sem að misti mikla trú á stjórnmálunum. Algjörlega. Það eru margir flokkar á þingi, viðbröðin eru til þess að Bjarna Benediktssyni að þessu bara alltaf mikið af flokkum og ég held að hann vilji fara að leggja til kosningalög sem að bara fækki flokkum og gerir það auðveldara fyrir Sjálfstæðisflokkinn að mynda 2 flokka ríkisstjórn. Já, hann vill skera niður fjármagn af því að þeir fá rosalega mikið fjármagn sko úr einkageiranum og hann vill breyta kosningakerfinu þannig að það verða ennþá óréttlætara heldur en það nú þegar til þess að þeir geti sópað til sem fleiri atkvæðum sem að falla í raun í skaut annarra flokka. En er þetta ekki samt merki það að stjórnmálafórustan sem að þú ert hluti af hafi ekki raunlega svona fundið svona leikreglu sem að henda þessu systemi sem að við erum með eins og er á þingi sko. Með leikreglum mín eru það kosningakerfi? Til dæmis að skoða í alvörinni blokkir fyrir kosningar sem að eru reyndar að bresta í Skandinavíu á sama tíma og við erum að tala að taka upp hér. Jú, mér finnst oft ómikil svona kosningar það verður of kaotískar. Ég fjalla svolítið kosningar í öðrum löndum. Yfirleitt getum að sagt hvað var verið að kjósa. Hver voru helstu málin. Í síðustu kosningabaráttu, bara ég get ekki sagt að hvað svo kosningabaráttu snýrist. Síðustu kosningar voru líka bara mjög skrýtnar. Og það er út af því, ég held að við höfum ekki alveg fyllilega áttað okkur á því heldur að hvað COVID hafði rosalega mikil áhrif á bæði líðan fólks og hversu mikið það myndi lita alla umræðu og alla kosningabaráttuna og ég held að fólk hafi bara svona verið á þeim stað að það vildi ekki að neitt breyttist vegna þess að það var allt of mikið búið að vera í gangi og það þurfti ekki eitthvað enn eitt til þess að díla við sko. Og ég held að það hefur verið stór hluti ástæðinu fyrir því að þessi ríkisstjórn hélt velli og svo þetta líka, okkur tókst ekki að sýna fram á raunhæfan valkost við ríkisstjórnina en og þá gerist það að fólk sætti sig við vonda ríkisstjórn ef það er ekki í boði skárri kostur. Já og þetta, hvað segir maður, better the devil you know, þetta er líka mjög algengt og sérstaklega á svona erfiðum tímum, ég meina ég held að þetta hafi verið svona, þetta er viðvarandi að þegar það er krísutímar eða þegar það er mikil óvissa þá leita fólk í öryggi, þá leitar það í það sem það þekki fyrir. Þetta er mjög skiljaleg sálfræði kannski á bakvið þetta sko, en auðvitað erfitt að díla við þetta ef maður er framsækinn og breytingarsinnaði flokkur að mæta með eitthvað skilabóðum mikla breytingar og vonast þess að ná í eitthvað atkvæði út frá því þegar fólk vill ekki sjá neina breytingar sko. Þannig að þá er það kannski svolítið erfitt að ná til kjósenda með slíkum málflutningi. Herðu Píratar, hvaða fyrirbrigði er það? Það er ekkert að skilja Pírata út frá svona stéttastjórnmálum síðustu aldar? Nei, Píratar eru afkvæmi internetsins. Og svona kynslóðarinnar sem að elst upp á internetöld, ég var að segja, og þessum hröðu samfélagsbreytingu sem er að eiga sér stað í kjölfar gríðarlega mikillar tækniþróunar. Við erum rosalega frjálslynt fólk, svona persónulega frjálslynt þá meina ég, við erum ekki þessi típiski viðskiptafrelsisflokkur eins og sjálfstæðisflokkurinn er búin að svona taka eitthvað svona trademark fyrir að það sé frelsi. Við berum gríðarlega mikla virðingu fyrir og leggjum mikið í að berjast fyrir mannréttindum, borgararéttindum. Þetta er okkar stjórnarskrá, hún gengur út á
eða svona okkar grunnkóði, En getur við fallið sagt, þá svo ég tala betur að rétt á því. svona, eins og stjórnmál í Bandaríkjunum er oft sem er svona menningarstríð, þeir eiginlega fallið betur það Veistu, nei, á þeirri ég get þeim ekki alveg ásum? tekið undir það heldur vegna Nei. þess að mér finnst við vera flokkur sem að sjáum allar þessar breytingar sem er að eiga sér stað á samfélaginu og þannig er ég að tala um tæknibreytingar alveg sérstaklega en auðvitað líka þróun mannréttinda og viljum vera miklu betur undirbúin fyrir það sem koma skal og sjáum bara að 20. aldar hagkerfi virkar ekki í þessu samfélagi sem að við erum í raun komin í, þú veist, gervigreindir sem er komin, öll þessi sjálfvirknivæðing sem er að eiga sér stað og allar þessar gríðalegu framfærir þegar kemur að sko tækni, alveg sérstaklega er að verða þess valdandi að mikið af þeim verkfærum sem við erum að nota virki ekki lengur. Svo erum við með sko loftslagsbreytingar og þessa gríðalegu umhverfisvá sem er í kringum okkur líka sem að þýðir að við getum ekki haldið áfram þessari geðbilun sem er í gangi sem er bara að framleiða alltaf meira dót einmitt af mjög lágt launuðu fólki og senda þvers og kruss yfir heiminn. Þú veist, við verðum að gera einhverjar sko stórtæka breytingar til þess að við skiljum ekki þennan heim bara eftir í rjúkandi rúst fyrir börnin okkar. En hvernig gerum við breytingar ef að sko völdin, til dæmis í tækni internetið, en nú svona dæmum það að internetið náttúrulega springur út á nýfrjálsku tímanum og þá verða til bara ógnar stór einogurna fyrirtæki sem að kannski hefðu bara ekki orðið til ef þetta hefði gerst sko 1960 þá hefðu bara stjórnmálin ekki sætt sig við þetta að það var einhver Musk kall og einhver Söllenberger kall sem að bara stjórnuðu öllu. Þetta er rosalegt ástand sem við erum komin í og við þurfum að fara í mjög sterka og skýra lagasetningu til þess að tryggja rétt fólks og til þess að taka á eignarhaldi á þessum vélum sem eru að fara að taka yfir megnið af því sem við erum að gera í dag. Og ef við ætlum að leyfa einhverju ofurstjætt auðmann að eiga öll þessi tæki og það þarf ekki lengur og það þarf ekki lengur í raun vinnuafl fyrir megnið af þeim verkum sem verið er að vinna í dag að þá erum við að horfa fram á eitthvað nýtt súperform af misskiptingu sem að við höfum ekki upplifað áður og það er eitthvað sem að verður að bregðast við og sömuleiðis eins og með gervigreindina og tökum sem dæmi bara sjálfkeyrandi bíla eða eitthvað slíkt ef að við setjum ekki skýrar og sterkar reglur utan hvernig svona tæki mega haga sér að þá sjá tækniristarnir það fyrir okkur sko. En þannig er stéttabaráttan komin sko, segi ég sem sósíalisti. Já, en ég meina, væntingarnar segjum svo að það sé engin þörf á þessu vinnuafli lengur. Hvað er stéttabaráttan? Það er einmitt okkar spurning. Hvaða tæki hefur kúið í stéttabaráttu þegar það geta ekki farið í verkfall? Hvað segirðu fyrir ekki? Hvaða tæki, spurningi þín er, hvaða tæki hefur sko verkalýður? Það er það sem ég meina sko. Við höfum ekki lengur tæki að fara, ég get ekki farið í verkfall, en þau tæki eru vinnuaflunum ekki lengur aðgengileg vegna þess að það hefur enga þýðingu fyrir auðmennina sem eiga þessi auðafi. Og hvaða tæki hefur þá gegn hérna óheyrilegu valdi auðsins? Það er að við tökum völdin og setjum mörk. Það er það sem við verðum að gera og við þurfum líka að frelsa internetið. Ég meina það er einmitt búið að sko, það sem er mjög mikið að gerast núna og við höfum svo sem að þegar þú spyrir hverjir eru píratar, þetta er auðvitað pínu flókin spurning, en ég meina píratar verða til út frá sko þörfina að breyta höfundarétti vegna þess að höfundaréttur gerir bara ekki ráð fyrir því, þú veist, ef þú gefur út bók þá er hérna inntaka bókinni sem að við viljum, sem að þú ert að selja og ef þú stelur henni þá ert að stela físísku inntaki af þessari bók en núna á internetöldinni þá ert ekki lengur að stela físísku inntaki, þú ert að fá afrit af einhverju og það þarf að breyta, þú veist, það þarf að bregðast við því á eitthvað viðeigandi hátt sem er ekki það sem að stjórnvöld hafi verið að gera sem er bara, ég meina það var þannig og píratar nafni, það kemur út af því að fólki sem var á bak við Pirate Bay sem var svona daily síða með einmitt bíómyndir sem var verið að stela það er fangelsað fyrir að hafa sett upp þetta daily system og þannig verður flokkurinn pírata til sem tæki til að berjast gegn, eða berjast fyrir breytingum og höfundarétti og berjast fyrir
friðhelgi einkalífsins á internetinu. Vegna þess að réttlæt, það sem átt að gera alltaf bregðast við allum sem þjófnaði á bíómyndum, afritun á bíómyndum, var að njósnum alla til að komast að hverju var að stela bíómyndum á netinu. Og þessi skakka sýn, það er líka kannski það sem við tölum fyrir, sem er það að stjórnvöld eru alltof gráðug gagnvart réttindum einstaklinga til þess að standa vörðum hagsmuni sérstaklega stórfyrirtækja. Og það var þannig í þessu máli að það átti einhvern veginn að gefa leyfi til þess að njósna borgarana bara því að þeir getur mögulega verið að hlaða niður einhverjum bíómyndum á Pirate Bay. Og við sjáum þetta allstaðar, og þetta er eitthvað sem að Píratar allstaðar þar sem við erum með fulltrúa, sem er nú alveg á nokkur stöðum í heiminum, erum að berjast gegn, eins og til dæmis mál sem er núna verður væntanlega aftur tekið á dagskrá í haust, sem að við kallum chat control, sem að kemur frá Evrópusambandinu, sem er mjög skætt dæmi og gengur út á að fylgjast með öllum samskiptum fólks á netinu af einhverjum algoritma sem að þarf samt alltaf aðkomu fólks, þetta hefur alveg komið fram, til þess að uppgöta barnaklám. Þá að greina öll skilabúðin sem þú sendir á Messenger, öll skilabúðin sem að amma mín eða einhver annar sendir á Messenger eru skoðuð. En þetta nær ekki yfir skilabúð sem eru dulkóðuð. Þannig að þetta hefur engin raunveruleg áhrif á þessa starfsemi, vegna þess að allir sem eru raunverulegi glæpunar fara þá bara í að senda þetta sína milli með dulkóðum skilabúðum sem er mjög auðvelt að fá aðgang að. Þetta er algjörlega tilgangslaus tækni sem er þá notað til þess að fylgjast með öllum samskiptum allra sem eru mitt ekki að reyna að fela eitthvað. Í hvað tilgangi? Að koma í veg fyrir barnaklám. En af hverju er verið að þetta er ekki raunverulega góð aðferð til þess að koma í veg fyrir barnaklám, því að það fólk á samskipti sína á milli með dulkóð? Af hverju eru stjórnvöld að gera þetta? Sko, ég held að sumt... Erum við á leiðinni í eitthvað svona líkt í sem er talað að Kína sé, þar sem að stjórnvöld eru að reyna að halda kontról á... Já, ég vona að þetta sé bara þekkingaleysi á hvernig tækni virkar. Tækin eru búin til og tæki sem verða til eru notuð, hann oft sagt í hernaði. Já, og ég meina það er til alveg sko mjög skeri njósnabúnaður sem að við höfum séð að yfirvöld vísvegar í Evrópu, mér er það mjög, hvað maður segja, lýðræðislega yfirvöld hafa verið að nota til þess að njósnum eins og til dæmis bara blaðamenn eða stjórnunarstöðuþingmenn. Við sáum það í Pólandi að það var Pegasus njósnabúnaði komið fyrir á símum hjá stjórnunarstöðuþingmennum, og það sem er kannski svo skelfilegt við þennan búnað er að þú þarft ekki að komast í síman til að koma hann fyrir. Þú þarft ekki að vera í físísku sambandi við tækin sem þú ert að fara að njósnum, sko. Og þar kemst inn í dulkóðu gögn líka og svona. Þannig að þetta er þörfin á sko aðhaldi, regluverki og líka bara stöðugu sko eftirliti með þessum valdhöfum er gríðarlega mikil, og ég meina Píratar ganga mjög mikið út af það að reyna eftir fremsta megni að vernda friðhelgi einkalífs, ekki bara borgarana, heldur alveg sérstaklega þeirra sem eru í stjórnunarstöðu, sem eru blaðamenn, sem eru aktivistar, sem eru svona, já, þetta eru svona þessi grunnborgararéttindi sem að við erum mjög Ég get ekki þau dæmi að sömurleitt er samstöðum byggð á sko YouTube og Facebook, og Facebook er okkur sérstaklega erfið. Það var til dæmis að við vorum ekkert að fjalla mennina sem voru grunaðir undirbúa hryðjuverk í Íslandi, og þá skrifaði ég í var að dreifa frétt hér af samstöðunni og segja, erum við komið með svona Proud Boys á Íslandi? Það þýtti það að sko dreifing okkar á samstöðunni á okkar efni fór bara niður í kannski svona 5% af því sem hafði áður verið. Það var eitthvað maður agnúast út í mig á Facebook daginn sem var eitthvað líka mér við eitthvað sko þriðjaríki Hitlers eða eitthvað svona, og ég sagði, hvað, þetta líka mér við Hitler? Þá fer ég í takmarkanir sko í langa tíma, ég má ekki, og þetta á sér stað. Já, þú nefnir annað mikilvægt dæmi, og það er þessi ég segi ekki að Íslands stjórnvöld eru að frekar að því að íta undir það að sko samskiptamiðlarnir eigi að hafa eitthvað kontról á umræðinni. Já, mér finnst núverandi stjórnvöld vera alveg með ótrúlega forræðishyggju sinni, sko. Alveg með ólíkindu hvað þið eru ég meina eins og þau vorum að breyta lögum stjórnmálaflokka, það verið að reyna að setja lög sko að banna nafnlausan áróður fyrir
fyrir kostningar. Við sáum það náttúrulega þessar kostningar síður, kostningar 17 og kostningar þetta, það sem að var alltaf ráðist á stærsta andstæðing sjálfstæðisflokksins hverju sinni. Það verður að reyna að taka á því, en það átt að taka á því sko með einhverju svona hætti sem að við sáum alveg bara ótrúlega skýrt að ætti raun að vera bara til þess að eyða út kommentum á korfundakerfinu sem að voru skrifað inn að blösta bara einhverjum kúpum út í bæ, þátt að banna fólki í raun að taka þátt í samfélagsumræðu nafnlaust sem er auðvitað ekki það sem að þessi lög átt að gera, en þau áttu bara það sem að fá mest í töðunar á stjórnmálamörunum var að það var eitthvað fólk með eitthvað skýta komment nafnlaust á kommentavegg, hvort sem það var sko fjölmiðlana eða Facebook eða eitthvað, og þátt að reyna að stoppa það þegar það færi svo mikið í töðunar á þeim, en ekki sko þessa kosningamaskínu sem það var augljóslega, ástæðan fyrir að þú stoppa það er út af því að það eru lög fjármögnun stjórnmálaflokka og þú ert að gera upp allt sem þú setur í kosningabaráttuna þína og þú setur þetta ekki þarna inn ef þú ert að fela þig á baku því eitthvað aðra maskínu, og þetta er bara upp á heiðarleika stjórnmálanna að gera að það komi skýrt fram hver er að ráðast á aðra stjórnmálamenn hérna í skjóli nafnlindar, en ekki ykkur Jón og Gunn út í bæ sem er að taka þátt í samfélagsumræðinu og vilja ekki gera það undir nafni vegna þess að ég minna við höfum alveg séð á Íslandi að það getur alveg haft töluverðar afleiðingar fyrir þig sko. Að hafa skoðanir sem er ekki í samræmi við það sem að valdhöfum finnst það eigi að vera þína skoðanir sko. Þannig að það er bara rosalega fornaldalegur hugsunarháttur og einmitt mikil forræðishyggja. Þetta er svona að ég veit hvað ykkur er fyrir bestu, þið er ekki verið að bögga mig með einhverjum leiðilegum kommentum og ég ætla bara að loka á tjáningu þegar mér hendar sko. Og það vantar bara svona grundvallar skilning á sko frelsi og mannréttindum inn í þessa ríkisstjórn. Hún meðtekur ekki hvað þetta þýðir sko. Hún ber ekki einu svona virðingu fyrir stjórnarskráni. Þetta er bara einhvern veginn, þeim finnst bara þau að fá að ráða, þau viti best hvað er best fyrir Ísland og Íslendinga og stjórnarskráin, eitthvað mannréttindi, það er fínt að svona slengja þessu sig á tyllidögum, en þetta hefur engar raunverulega merkingu eða þýðingu fyrir þeim sko. Og það er svona að fólk spyr sig, akkur vorum við svona í þessu útlendingamáli, þetta hefur raunverulega merkingu fyrir okkur, svo ég kjarni nú Pírata í einhverju. Þá er það að við eigum okkar grunnréttindi eins og friðhelgina, eins og frelsið, þar að segja bara ferðafrelsið og bara rétti þess að fá að taka okkar eigin ákvarðanir fyrir ríkisvaldinu og þetta er það sem við berjumst fyrir á hverjum degi, að fólk fái að vera frjálst. Herðu, ég veit þú tímabundin, þannig ég sleppi núna. Þórhildur Sunna, kæra þakki fyrir að koma hérna á Rauða borðinu. Takk fyrir spjallið. Og við snúum okkur á næsta máli.